Skál. 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 Já. Já, þú ert nú meiri listakokkurinn, Steinunn. Þetta er bara einhver albesta nautasteik sem ég bara nokkuð tíma smakkaði hérlendis. Þó víðar væri leitað. Takk ykkur fyrir. Fáðu ykkur endilega meira. Ég er alveg gjörsamlega springa. Ofsalega fínt. Svona, fáðu ykkur endilega meira. Annars verð ég annars tíð í kvöld. Það kann ekki góður lukkast í það. Heyri, hérna, hvað segðu að taka í spil? Já, hvernig væri það? Já, því ekki það. Það er orðið ansi langt síðan að ég hef tekið í spil. Já, ekki bara setjast að spilaborðinu? Já. Veist ekki? Já. Hérna, gjörðu þið svo vel. Hjón á móti hjónum. Já. Hérna bara, þú hérna. Sko, við Steinunn höfum nefnilega verið að þróa með eitthvað spil sem heitir Dom. Og það er sára einfalt. Reglurnar eru þannig, sá sem fær hjartagosa eða gosa af gagnstæðri sort, hann gefur allan sinn spaða undir 10, svo framalega sem summa spaðans sé hærri en 2 hæstu tíklanir. Eða segir pass, en þá voru hann líka að draga lauf. Nei, ekki lauf, Friðrik, manstu. Þú erum búin að breyta því. Það er bara ef þú dregur hjartagosa eða gosa af gagnstæðum lit og hendir tíklinum, nema sért með 2 tvista. Já, einmitt. 2 tvistar gilda allt nema í fyrstu umferð. En aðalatriði í spilinu er sem sagt það að safna gagnstæðum samstæðum af mannspilum. Nema þú eigir samstæða litaröð, þá getur þú trompað. Svo getur þú líka spila út á hjartar ef þú vilt spila nóló, en þá gildir náttúrulega gosin 2-falt í samstæðunni. Nema þú leggir niður í röð eða segir pass. Þið náðu þessu? Já. Já. Það er fínt, þetta er sára einfalt. Jæja, hver vill vera skollinn? Helvíti er þetta óþægilegt. Ætli ekki að fara að rífa þetta úr mér þetta helvíti. Ég ætla ekki að ganga með þetta í mörg ár. Gummi, gerðu eitthvað maður, gerðu eitthvað. Get ekkert gert í þessu, þú verður bara að rembast. Já, þá eru þú að hvetja. Já, hvetja. Það gengur ekki, maður. Jú, svona hvetja. Áfram, Gyðasól! Áfram, Gyðasól! Áfram, Gyðasól! Áfram, Gyðasól! Áfram, Gyðasól! Það var fallir mitt! Það var Íslandsmet þetta! Íslandsmet! Helviti þú. Þú ert yndið mitt yngst og besta. Nýja platan með Sigga, Ég trolla fyrir þig, er komin í verslanir. Ég er á leiðinni, trallala leiðinni, í sól og sumari, tralalalalei, tralalalalei, tralalarærærei. Ég er fráskilinn að vestan, tralala. Ég tralla fyrir þig, þægileg plata fyrir fólk sem viðst textinn ekki skipta máli. Adútti, dútti, dei. Nei, Halla mín, þú getur ekki sett út spaða núna. Þú varst að draga kóng í síðustu umferð. Kóng, sko.
Já, já. Jú. Kitli-tromp. Ó, þá losnaði við eitt spil. Hei Bjarni, Já. þú verður ekki glímukóngur í sumar að það fitna svona. Þegju! Bara takk ekki hælkrok. Allt í kjaft í strákan. Hæ, Æ. takk fyrir síðast. Sömuleiðis. Hvernig ertu mjög minn eftir þessu ógeðslegu bilt þarna á mótinu? Svona, ég er ennþá að glíma við þetta. Hei, glímugengið! Má ég fá einandarálítu? Ekki bakka glímugengið! Glímugengið rúl! Já! Glímugengið rúls! Það svo, býttu. Tíðasól, af hverju læturðu svona? Hlegið af manni. Býtu, hvað ertu að tala? Þetta er bara svo lítið. Ha, Gummi? Þetta er ekki neitt nýtt. Þetta er ekki barnið til helvíti. Tíðasól, þetta er bara mjög eðlilegt og fallegt barn. Börn fæðast bara svona lítil. Þú þarft ekki á áhyggjur. Það var ekki hlegið af þér á landsmótinu í sumar. Ég hef tamið mér fábróði líf, en það er hér fátt sem truflar. Ég hef fæst við skriftir, tónlist og myndlist. Það er eins og þessir hlutir allir leiki í höndunum á mér. Ég er fyrst og fremst að berjast við of góðar hugmyndir. Allt sem mér dettur í hug að skrifa er eiginlega of gott til að eyðileggja það með því að setja það á blað. Það hefur svona háð mér dálítið. Það sama gildir tónlistina. Hún er alltof góð til að almenningur sé tilbúin fyrir hana. Það er hugmyndir sem ég fæ af myndverkum eru svo mikil snilld að það myndi bara enginn hafa efna á að kaupa myndirnar mínar. Þess vegna er ég að berjast við að reyna að mála vondar myndir en ég bara get það ekki. Stundum reyni ég að taka sljófgandi lyf til að deyfa mig svo ég fái nú slæmar hugmyndir til að geta skrifa þær en það gengur mjög illa. Ég hlakka til ellinnar. Ávonast ég til að verða hrumur og kalkaður til að fá nógu slæmar hugmyndir fyrir almenning. Skolli? Grandúp. Hvað segir þið? Ég segi pass. Já, ég sé líka pass. Hringavitleysa. Góðan daginn, svefnburka. Klukkan bara orðin 7:30. Já, já, ég vaknaði klukkan 4 í nótt til að baka brauð og snúða. Brenndi mig svo. Hendin ég er alveg að drepast.
Ertu búin að láta renna kalt á það? Nei, þetta er ekkert. Hún bullaði nú ekki vöna að kvarta við smámunum. Það nú að láta sér hafa ýmislegt í lífinu. Jæja, þóknast keisaranum að fá sér morgunverð. Ég er búin að hafa svolítið mikið fyrir þessu. Gjörðu svo vel, minn kæri keisari. Pulla mín, ég er margbúin að segja að ég vil ekki svona mikið umstang. Akkur er þetta að hafa svona mikið fyrir þessu? Akkur kaupir bara ekki cornflakes? Hvert er þetta að fara? Keisari vill cornflakes og cornflakes skal hann fá. Ég fór í matarbúð í gær, maður. Já, hvað með það? Ég veit ekki hvað skal segja. Það var dálítið ævintýralegt. Hvað? Ég fór þarna inn, sko, með körfu, sko. Já. Fyllti hana bara mat. Fékk mér hérna pítsu og eitthvað grænmeti og ávexti og tómatsósu og svona dót. Já, hvað? Á ég nokkuð að vera að segja þetta? Jú, come on, maður. Heyrðu, ég teygi mig í plastpoka. Þú veist, þeir hanga á svona, eitthvað svona snaga. Já, ég kannast við það. Já, heyrðu, og hérna, þá spyr stelpan. Einn poka? Já, sagði ég. Nema hvað, þegar ég verið að tróða helvítis draslinn í pokan, þá sé ég að ég hef tekið 2 poka. Þeir höfðu þá verið fastir saman. Andskotinn, maður. Ég eins og að hálfviti, sko, búinn að segja að ég þurfti 1 poka með 2 poka. Hvað gerðu? Ég bara tróð draslinn í pokan bara og hendi hinum pokanum svona eins og hann hefði bara legið þarna, sko, og bara strunsa út. Andskotinn sjálfur, maður. Gat ekkert annað gert. Það sem þú lendir ekki í, maður. Þú ert geðveikur. Þetta byrjaði nú eiginlega bara alveg fyrir tilviljun, sko. Þannig var að ég var í langri útilegu með konunni minni og vinafólki okkar og það leið hálfur mánuður þegar ég uppgötaði það að ég var búinn að vera í sömu nærbuxunum allan tíman. Og þá fékk ég þessa ágætu hugmynd að ég ætti bara að reyna að setja heimsmet í þessu. Hver getur verið lengst í sömu nærbuxunum á þess að þvo þær? Kona mín var svo hrifin að þessu og hún ákvað að taka þátt í þessu með mér. Og nú erum við ekki búin að skipta nærbuxur í bráðum 7 ár. Og nú er það bara spurning, hver heldur lengur út? Þessi sjón er ekki óalgengi í íbúðahverfum borgarinnar. Er forsetinn í heimsókn? Eða kannski fræg popstjarna? Og eða kannski erlend kvikmyndastjarna? Nei, ekkert af þessi rétt. Því þarna er á ferðinni dúglagningamadurinn Bjarni og aðdáendur hafa beðið eftir honum. Já, þetta er búið að vera ein síguganga eftir sveinstykki mitt sem var kvennadildagangurinn á Landspítalanum. Það má segja að hann hafi gert mig að stjörnu innan gæsalappa. Já, flestir Íslendingar kannast við einhver dúk sem Bjarni hefur lagt og hvert mannsbarn á Íslandi er farið að þekkja þennan innlæga og barnslega álfastrák sem hefur hrifið alla með dúklögnum sínum. Nei, ég líti ekki á mig sem stjörnu. Ég er fyrst og fremst bara strákur sem hefur gaman að því að leggja alls konar dúka. En hvað segir maðurinn á götunni? Mér líst ekkert á hann. Mér líti ekki á hans verk sem dúklögn, ég get alveg skemmt það sjálfur. Mjög góður. Toppvinna. Hann er eitt svo besti í heiminum. Hann er mjög góður. Ég vilt að ég hefði efna á hann er bara svo dýr. En hvernig finnst þér að vera svona frægur? Þetta er nú mest á ónæði. Fólk að hringi mann á nóttunni. Já, eini kosturinn sem ég sé við þetta er að maður kemst fram fyrir í biðröðum. En hvað með kjaftasögunar, Bjarni? Finnst þér þær taka toll? Ég veit það ekki, maður heyrir þetta sjálfur. Ég átti til dæmis að hafa verið að kaupa rútu daginn. Algjört kjaftaði. Það bitnar ekkert á mér, kannski helst fjölskyldum hans.
En hvað með sögurnar sukkið og eiturlyfin? Já, ég heyrði sem sé þá sögu daginn að ég var að koma inn bara á kafi í dúkalímið og algjört kjaftaði og vitleysa. En það ekkert leyndarmál að það mikið sukk í þessum bransa. Margir dúkara sem hafa kannski asnast út í örvandi efni, verið að klára stór verk og svona. Það enda bara á einn veg. Ég læt þetta allt vera. En hvað með framtíðina, Bjarni? Já, ég veit að ég á ekkert endalaust eftir að vera í þessum bransa. Ég hætti ekkert að leggja dúka. Það maður ekki bara gamall kall á einhverju eigi að leggja dúka. Hvað að gera? Sagði ekki spaðapólka á þann? Jú. Já, hvort þú setja út lauf? Það segir ekki með neinn mannspil. Já, þú dregur hringinn niður 10. Ég að segja þetta, Kjelling. Ég hvorki með mannspil né tromptvista. Þá áttur ekki bara að spila spaðapólka með semidúbluðum tígli, týndur hlúkur. Steinun, þegiðu og spila. Ég held bara að ég sé hérna með semigrand og gagnstæða tromparöð, þannig að ég loka og segi dom. Erum við það ekki búin að vinna? Við? Ég veit það ekki, er það? Jú. Þið unnuð. Það mikið með það. Heyrðu, ég drep biskupinn. Þú græðir ekkert á því. Hvernig á ég þá að drepa? Það er ekki markmið að drepa endilega. Þú ert búinn að drepa 3 menn núna. Og þú búinn að drepa 4? Ef þú drepur þennan hérna, þá drep ég þig hérna. Þá eru þú drepir hérna? Þú getur drepið og drepið en þú ert áfram í vondu stöðu. Mér finnst bara gaman að drepa. Drepa. Takk, Kristján. Þú ert komið rista brauð. Já, ég er með það hérna. Sammála þér. Ég hef verið að velta fyrir mér. Mér finnst stundum eins og það sé allt svona venjulegt sem við gerum. Hvað meinarðu? Æ, mér finnst bara eins og dálítið langt síðan við höfum flippað svona upp á síðkastið. Hvað? Langar það að flippa? Akkur ekki að gera eitthvað alveg út úr flippað. Eins og hvað?
bara eitthvað flipp, eitthvað svona, eitthvað sem við gerum eins og okkur sé alveg sama hvað allir halda okkur. Eitthvað óvenjulegt, alvöru flipp. Ertu nú alveg að flippa? Ég með hugmynd að dálítið góðu flippi. Hvað? Jesús Kristur, ég veit ekki hvað fólk heldur. Í því liggur líka flippið. Ímyndaður upplitið á fólki að sér að við erum í ósamstæðum göllum. Það er örugglega við séum gjörsamlega búin að flippa út. Ekki missa af næsta þætti af Fóstbræðrum. G-string? Já, ok. Hvað segir að skipta við mig á þeim og svona brúnum nærbuxum og svona risastórum silki brókum sem ég,